Frá hæli. Já, sportátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og okkur gerist þetta. Og nú þetta, ég kom með þetta inn. Já, sportátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan er 10:10 og við erum komin hérna aðeins yfir í enska boltan og það er Ragnar Vignir, Manchester United maður sem er á línunni og valsari. Komdu sæll og blessaður hann ekki? Ekki ljúður. Hvernig hefur það? Ég er bara þokkalegur. Þú ert þokkalegur? Ekki. Það er gott að heyra. Það er ekki. Nei, herru, þú ert bara að fara á fæðingadeild í fyrramálið, eða ekki? Nei. Það verður nóg að gera. Það verður nóg að gera. Herðu, aðeins að enska boltanum, hvernig fannst þér þessi umferð ganga fyrir sig? Þá hlýtur þetta að vera góð umferð af því að miklir vann. Við hljótum að bara halda nýtt hljóðið. Það var sigur helgina, þannig að það er bara jákvæmt, eða ekki? Já. Þannig að það er bara veisla. Já, þetta var helgi mest megnis helgi eftir bókinni helgi. Svona með besta sinni fyrir fram með svona þegar þið veit að það það var í óvænt. Já. Herðu, en... Það var þér. Ég bara heyri svo illa í þér, þannig að ég verði eiginlega að láta þig tala. Heyrðu minnuna? Já, ég heyri aðeins í þér. Ok, gott. Já. Já, hvað veistu þetta? Herðu, ég vil bara fá að vita hvernig þér finnst enska deildin núna eins og staðan er í dag. Sko, ef við förum yfir töfluna, þá eru þetta 4 lið sem er að skera sér svolítið úr. Því miður er millið ekki þar eins og staðan er núna, það er 7. sæti, en síðan bara ágætilega búið að telja síðan upp úr og sjáum hvað þetta en mér finnst ekki myndið að United sé lendi í 4. sæti en ég held að þessi meiri spenna kannski í fallslegnu núna. Ég hef svona alveg 2 þau þessi Vestham þetta staðins með þeim bara, það er eitthvað við Vesthamliði það ég Julian Dix og Canio voru það ég fílaði alltaf svolítið eftir það sko. Þeir eru búin að vinna núna 4 leiki í röð og konum í 10. sæti þannig að það er svona helsta gleðiefni sko, en þetta er bara fárlega jafngert. Það er sko frá það eru lið í 18. sæti með 24 stig og upp í 12. sæti þá er 28 fyrir 4 stig og þetta er lið hérna 3 lið með 28 stig, 1 lið með 27, 26 og 5. Þetta er 1 leikur. Við erum að tala um 2, 4, 6 lið, þannig að bara þetta er bara 1 leikur skilur til að frá, kannski 2 sigurleikir. Þá er þetta bara Stoke og Crystal Palace, voru ekki allir búin að dæma Crystal Palace niður hérna bara fyrir áhundi. Það var ekki bara döðan verkefni eða? Jú. Það er ekki. Þeir eru alltaf komin upp í 16. sæti, þeir eru ekki frábæri en þeir eru samt sko búin að fá leiðilega fótboltafjóður sem stóð skila stigum og með þokkalega líði þannig. Þetta er alltaf það er fáránlega jafn og ég meina það munar 4 stigum frá Liverpool upp í Chelsea 56, 7, 8, 56, 7, 9 og 60. Þetta er mun. Þannig að þetta er bara eins og körfuboltaleiktíðin á síðasta á Íslandi? Já, þetta ég minna, þú sér þannig að United, Everton og Tottenham er að berast með allavega, hann er að berast þetta 5. sæti. Er það rétt mér, er það bara 5. sæti í Evrópukeppni, er það 5. og 7. sæti? Ég er ekki með á hreinu. Nei. Veistu það? Ég heyri svo rosalega illa í þér, þannig að ég get ekki svara hvað ég er að segja. Það er nú held ég heyrnartólinn hjá mér, því miður. Já, ok. Þannig að ég er að spáði með Evrópu, kannski geta einhverju sagt það á Facebook hvort það er bara 5. sæti eða 7. sæti líka sem gefur Evrópudeildinni. Ég hef ekki verið fyrir stöðu áður og fyrir að skoða Evrópudeildina því miður. Nei. En við gætum náttúrulega spurt ykkur á púlar, þeir eru búin að vera síðustu ár pæli í þessu. Jú, eftir að segja svona. En ef við förum nú bara yfir svona leiki fyrir leiki, þá náttúrulega var hann að Chelsea, Everton, var hann í hádeginu á laugardaginn og þá var hann 10 svona meistara heppnið mark undir lokin, þannig Terry á 92. Svo var það hann að sitt í Stoke, það var 1-0 svona bara svona, það var ekki Messi í Stoke-liðinu, þannig að þeir allavega sitt í bandhanleik.
Arsenal Sunderland, það var nú sástu markið sem hann skoraði hann Rosiski, hann á móti Sunderland. Nei, ég var eftir að sjá. Það var eitthvað, þú ættir að YouTubea það er eitthvað að svarta sem ég hef séð lengi með. Bara alveg svona tiki-taka einastættika fótbolti eins og það var hrika á. Svo komu mínir menn í Vestam og unnuðu Southampton 3-1 og það var mjög jákvæmt. Og reyndar, hvað segir mér að hann með Óla Gunnar Solskjær, það var Karti? Heldur að hann sé að gera þetta í starfi? Þetta kemur alltaf hjá þeim, eða ekki? Þinn maður veit alveg hvað hann er að gera, eða ekki? Sko, það var einu svona lag sem var til Óla Gunnar Solskjær sem heitir You are my Solskjær, my Óli Solskjær, you make us happy when skies are grey. Og ég held að ef að hinnarnir gængtu orðið mikið rárri yfir Karti, þá veit ég hvað. Kannski er það með rétta mannum til að rétta himinin yfir Karti. Það segir eru sínlægin og góðir. Hann fær hann að sjá normenn frá, hvað hann kom frá Molde. Hann kom hann. Varstu það? Frá Norri? Já, ég meina, hann kom frá Norri. Hann kom frá Molde eða einhverju fjandanum. Gekk 3 menn þaðan, ég meina, einhverja meðalmenn og svo veit hann að 2 menn frá Manchester United sem eiga þessari þannig síðan. Ég myndi að ágjör á Karti. Það var hann einu einhverstað bara komin yfir inn í vinnu hann að segja kokkur eitthvað, en sérst ekki á æfingarsvæðinu? Nei, alveg. Ég er ekki að segja þessi aldrei við eldur, ekki miskin. Hann er bara komin utan vallar, hann er bara ekki í náðinni greinlega. Og svo erum við með Vappi A, Fulham, leðilegur 1-1 leikur, Hallands United 0-2 svona, ég minna þú með 300 kalla á viku, þá náttúrulega verður að skora. Hvað finnst þér launin hjá Rúni? Þetta er nú, góðu tjá. Já, ég ætla ekki að segja þér, ég reknaði út mín mánaðarlaun, svona hvar á skalunum ég honum þau eru, ég ætla ekki að segja þér, ég myndi ekki pyrra þig of mikið að segja þér það. Nei. En hann er með ágætis, hann er með 100 kall á sekundi. Það er Guðjóns að segja mér í sundarsvöndinu. Þetta er ágætis vasapeningur? 100 kall á sekundi. Hvað erum við búin að tala saman lengi? Já, ætlar að fara að senda mér gíró? Já, ég fer bráðum að ég verður svo lengi að borga. Já, þú ert búin að upplifa það. Það er eitthvað nei. Svona er þetta. Herðu, er svona rétt í lokin, ég er að spyrja hvað er að frétta á Val? Býttu, rétt í lokin? Já. Já, bara, sækir, þá har hann garað speilmarkið á móti í Real Madrid, bara svona sjá það. 25 metra sláin inn, það takkaði fyrir. Já, og Barcelona tapar? Góði besti Barcelona, maður. Og Atlético Madrid líka? Já, þetta er eitthvað með að vera hann í spenn, sko, hann er nógu í spennandi, það ekki. 3 lið á toppnum. Já. En Gestur, núna bara segir þú mér röðina eftir 4 og svo neðstu 3 lók leiktíðar á enska boltanum og öll þjóðin er fyrir vitnis. Núna, þú ert fagmaðurinn. Já, þetta er ósköp einfalt. Þetta er bara eins og hún er núna. Að Chelsea sé að verða meistari? Já. Ok. Já, maður veit náttúrulega aldrei með Liverpool. Það var einn Everton-maður hérna í Vitali í síðasta þætti sem að segja að Liverpool geti orðið meistarar. Og hvaða lið er að fara að falla? Hvaða lið er að fara að falla? Það er vinnuðin Solskjær og Fulham og Sunderland. Það? Já, bara eins og þetta leggur sig. Hvað endar United? Segðu mig það. Hvað segirðu? Hvað endar United? Manchester United endar í 11. sæti. Góði besti. Það er nú að fara slökka á þér. Já. Herðu, ég var nú að samt að þú skiptir umræðinu því ég spurði út í Val. Hvað er að frétta þeim? Ertu þá að meina í handboltanum eða fótboltanum? Bara öllu saman, hvað er að frétta af íþróttafélaginu Val? Val stelpur í bikarnum er að fara að keppa til undanúrslitum á 50 daginn. Handboltastrákunni er í 3. sæti. Fótboltamennir eru og stelpunir eru undirbúið eitthvað og svo held ég að körfuboltamennir sé nú svona að leita að meir en einum sigrum núna tímabilinu. Þeir stefna niður í fyrststefna við spila því miður. Það er svona í grófum dráttum það sem er þetta. Já, nákvæmlega. Hvað er að frétta úr fjórfinu? Það er alltaf gott. Jæja, herðu, þú ert svo mikið kvikindi alltaf. Ég ætla að spila fyrir hlustundur Jóa með Solskjær. Það var lag. Og svo ætla ég bara að heyra betur í þér seinna þegar ég heyri betur í þér. Blessaði ljúfurinn, gaman að heyri þér. Herru, sömuleiðis að ekki og gangi vel á fæðingadeildinni. Ok, heyru. Myndi að fá þig gott sæti í sófánum. Ég getur það. Blessaður. Já,
Þannig var það, ég heyrði búið illa í honum, ég vona að það hafi ekki verið þannig fyrir ykkur hlustendur, en það er best að spila hérna lagið Solskjær fyrir ykkur og svo ætlum við að fara í meistardeild Evrópu, það er Hjörtur Hjartarson sem verður á línunni hérna eftir smá stund. Og sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.